laugardaginn 17. október 2020. En núna þriðja bylgjan byrjuð aftur, ekki satt? Jú. Og hvað, ekki bara að hlýða Þórólfi, Víði og Ölmu? Já, við erum kannski að halda 2 metra fjarlægt. Já. Þú það í burtu og þú líka Gina? Já. Farðu í burtu. Burtu með ykkur. En lítum fyrst á þetta. Komið sæl og verið velkomin í myrkri sögunar. Í þessum þætti ætlum við að fjalla áfram það sem við fjallum í síðasta þætti hvarf Jósef Kanavisk í Rússlandi. Hann gekk gólfið í íbúðinni sinni í hinsta skipti. Byrjuðu var hann að deyja? Nei, hann bara að flytja. Já. Hvað ertu að gera? Ég held að Sko, ég sem badmintonþjálfari vill fara óhefðbundnar leiðir í þessu. Sko, ég held að það sé ekkert gott. Maður verður miklu betri í badminton með því að nota 2. Svona. Svona. Nei, einn viðbót bara. Einn viðbót. Já, svona. Nei, einn viðbót. Bara einn viðbót, ég lofa því. Og einn viðbót. Nei. Já, ok, geta. Svona. Ertu eitthvað heimskur? Þú ætti auðvitað bara að nota 1. Þú ætti bara að nota 1 í þetta. Já, þú varst að segja mér ég ætti að nota 4. Nei, þú ætti bara að nota 1. Ertu eitthvað skrítilega? Þú átt bara að nota 1, annars gerir þetta hvað þér eftir. Ertu svona, heldur þú maður að setja 4? Hvað maður bara að setja 1. Þú aldrei góð badmintonþjálfari af þessu áframhaldinu. Gott kvöld og velkomin í Skjáfréttir. Eftir 1 viku frí vegna afmælis Skjásins komið að því að við vindum okkur aftur í fréttir. Þriðja bylgja COVID-19 komin af stað, en flög ekki jafn hátt og fuglinn Skára Stefánssonar. Ha? Þetta ekki fyndið? Ég skil þetta ekki. Og ákvarði áskrift af Davíð! Hvað finnst þið skemmtilegast í heimi? Kúka á mig, bless, ok, mér finnst það mjög skemmtilegt. Ok, bless. Kennum börnunum 5 aura sambandið. Þessi COVID-19 drasl sem allir hefur nátt svona andlitsgrímur. Allir hattu þessi eitthvað frekar tískil í Japani, bara frekar tískil í Ameríku. Þá er þetta líka svona eitthvað, það er flott að hafa þetta en að blá og svart. Þannig að þetta er blátt. Blátt meina þetta er ekki flottasti litur í heimi, en það er miklu flottar að þetta er svart. Það er cool að hafa þessa andlitsgrímu og þetta er bara eins og ninja. Ég veit ekki hvað það er samt. Nota grímu. Taka COVID-próf leið og fyrir einkennum. Sótthreinsa snertifleti. Fylgja 2 metra reglunni. Fá niðurstöður úr prófinu. Byrju, það jákvætt. Fara í einangrun. Verða feitari. Vinna heiman. Horfa á allt á Netflix. COVID-mat. Spritta hendurnar. Spritta augun. Já, þetta er svo leiðilegt. Ég fór í 3 sóttkví, ég veit einhver fáið númer 4. Ég held í sjöma ég myndi geta farið til Ameríku. Auðvitað geta það ekki, út af hvað þessi leiðilegu kór við þessa Alma og Víðir og hana gæn. Eitthvað Vestmann, eitthvað lala. Þeir bara hundleiðilega. Svo líka Donald Trump, hann er samt líka mjög leiðilegur.
Samt Bandaríkin samt mjög gott og Donald Trump er alltaf miklu skemmtilega þetta Almavíður og Vestmanningurinn. Rúf, fréttamenn, við. Hvað eigum við að hafa mest lesið í vikunni? Ég veit að við séum að svindla með því að við ákveðum hvað stendur Rúf.is, hvað er mest lesið í fréttum. Ég meina, við verðum bara að gera. Please, getur please haft fréttir af mér. Nei. Getur please haft fréttir. Mannin sem gubbaði í Garðabæ, það var hún. Já, ég skrifaði það. Ég skrifaði fréttina, maðurinn sem var að skýra barnið sitt, Gunnar Óli. Nei, ok, please, getið þið haft, mína fréttir, skrifaði rosalega góða fréttir, ég skrifaði. Hvað var það? Þetta var smiti sem gerði þessi barafölíu eftir að amman var farðangað og svo líka geggjufrétt sem ég skrifaði gerðina. Steingrímur Jóð gaf barnabarni sínu upp á dúk. Nei, ég þurfa svona að láta mig að segja. Getum það 4 atriði ráðherra sem hefði getið orðið kynlífsatriði. Eigum við samt ekki í alvörunni að gera eitthvað sem meikar í alvörunni sens? Ég meina, verðum við ekki að gera eitthvað sem meikar sens? Ég veit ekki, kannum bara að við setjum eitthvað þannig að fréttina Rúf 0, PlayStation 5 kemur á næsta ári. Nei, höfum þarna Indland. Já, Indland, þannig að Indland var að vinna eitthvað verðlaun fyrir minnst kynþáttafulla landi í heiminum. Leikurinn á móti Ísland og Belgíu var í vikunni. Við þurfum að sjá hvernig landsliðinu gekk að fylgja 2 metrarreglunni. Ég ætla að ná boltanum fyrir heitum betur. Spritt! Já, ég er að fara að skjóta í ball. Já, hvað sögðu þið? Það er að skjóta. Já, nei. Spritt á boltan. Já, mitt. Ok. Hei, vil ég færi ykkur? Ég ætla að skjóta í markið núna. Það getur fært ykkur. Þetta fer ég að það er kófið á boltan. Ég var að segja. Nei, færi þið bara. Ok, gott. Nei, spritt, haldi það að ná. Ok, spritt. Já, spritt. Ísland, Belgía, spritt. Já, korónavírus frá Kína og eitthvað kongur það sem vildi byrja að borða leðurblökur. Sjá, Donald Trump, hann er heimskur. Já, en Kóróna, já. Hvað gerðist við kórónuna hjá konginum? Já, hún stólin. Leðurblöka borðaði hana. Leðurblöka sem borðaði kórónuna. Fékk hún kóróna? Nei, því að leðurblöka, það var eitthvað smitt, hún fékk COVID. Þetta byrjaði hjá leðurblökun. Hún borðaði kórónu. Og næst, þetta hundar held ég. Það var hundar fengir þetta. Nei, jú. Já. Velkomin í Kappskák. Ég heiti Valdimar. Keppendur í kvöld eru Katrín Jakobsdóttir og Úlf Magnússon. Grínast. Það er upp á höfði þegar túnfiskur. Nei, ég meina forseti sjálf. Já, en upp á höfði Magnús. Túnfiskur. Já, Úlf upp á höfði túnfiskur. En liðin ykkar, Úlfur og Katrín, þetta gaf okkur orðin. Nei, ég er Katrín og þetta er Úlfur. Já, Katrín og Úlfur, þetta gaf okkur orðin svo. Ólafstígur, ljósherð stúlka, en í kvöld heitið þið rasistarnir. En það er ekki alveg erlega. En já, nú er það hinu liðinu. Já, og nú skulum við gera hinu liðinu betur. Við ætlum að
liðinu en það Njáll Haraldsson, kaffisjúki skjámaðurinn og Ari Eldjárn. Já, það ég Ari Eldjárn. Mér langar að spyrja ykkur, hvað uppáhaldsorðið ykkur? Kaffi. Hvað? Sagði? Kaffi? Já, en þitt Ari. Já, uppáhaldsorðið mitt frægasti grínisti á Íslandi. Já, það ekki. Já, ég myndlaði væri. Já, það ekki orð Ari minn, en Ari og Njáll gaf okkur orðin svo te-pressa, te-mauk, en í kvöld heitið þið einfallega te. Já, og það kom reyndar eitt í viðbót. Það kom eitt orð í viðbót. Veistu þið bara leir? Te-lauf. Þið skulum bara heita þetta með viljið, strákamennir. Hvað er kaffi? Kaffibunirnar, já það er kaffibunirnar. Getur þið kaffibunirnar? Það er með það, hvernig kaffi er búið til þetta? Já, við skulum fara í fyrsta liðinn sem er stafurinn. Stafur dagsins er K. Katrín. Karlremba. Kaffi. Kynlíf. Katrín, stafur. Já, þarna, kú. Bara kallakassa. Kaffibun. Karl Ágúst Úlfsson. Bjarni Ben. Já, það byrjar hún að drekka K, Katrín. Þú verður að koma í þetta bakvið. Já, ok. Þú, dast út. Kung Fu Panda. Kaffipressa. Já, tíminn eru búin. 3, 2, 1. Já, þetta var kannski kaffi áfall. Já, ég veit, já. Já, kannski, já. Það meina... En ég get óttinn út, eða? Jú. En ef ekki að fá næsta lið. Og næsti liður Kaffi te, kaffi brút, kaffi... Nei, kaffi bolli, kaffi krús, Þetta er búið. kaffi krukka, Þetta er búið. kaffi skápur, Nei, ok, búið. kaffi bolla, Já, Og kaffi- við hættum núna. kaffi baunir, kaffi lauf, kaffi... Tölum með mig að stæla! Og kaffibönir, núna byrjið þið og þið eigið að finna inn smör og þið finna nýtt sem fyrir hvert orð, nýtt orð og það má auðvitað ekki byrja á K. Krabbamein. Kaffi. Nei, já, ok, klifur. Kaffi baun. Kólaportið. Kaffi te. Kúkakarmela, karmelu, súpa, Kaffi brú. já, þetta byrjaði með allt saman á K. Við skulum bara sleppa þess og förum í næsta lið núna. Já, núna er þetta að finna orð sem eru ekki til. Eitt af þessum orðum er orð yfir bók. En þið sem vitið að þið að giska hvað það er. En þessi 4 orð, þannig eitt af er orðið yfir bók. Það er krankabing, donkading, lagading eða saga. Hvað haldið þið orð yfir bók? Ég er bara 11 ára, ég veit ekki neitt. Já, sko, ég var að spá í að taka, Já, það var krankabing, donkading, lagading og saga. Já, ég spá í að taka, eigum við ekki bara að taka saga, er það ekki? Nei, tökum krakkabín. Nei, tökum sög. Við ætlum að taka krakkabín. Það var rátt. Ok. Ég er búin að vera að segja það að við ættum að reyna að taka niður saga. Ok, jú, prófsaga. Já, saga. Það er saga. Það er rétt en þau eru búin þannig. Þetta er alltaf sumt. Já, og þá er komið að síðasta liðnum í dag. En það eru auðvitað stafapressa, það ræður úrslit þessa þáttar. Og þið er sem sagt að beygja og stafa. Köngulóin Kalli fór í krambúðina á kröngudegi. Við viljum sjá þetta sem sagt samherji, ekki samheiti.
og svo viljum við sjá þetta fara alltaf upp í úrlingastig, altså ekki efstastig, með greini. Og hver ætlar að stafa og hver ætlar að beygja? Ég skal beygja. Ég skal stafa. Ok, þannig þú byrjar að beygja þetta. Hvað var þetta aftur? Kóngulóin Kalli krakkar í krakkadag. Í krambúðinni. Já, krakkar í krakkadag, ok. Köngulórnar, nei, byrju, áttfætlingarnir Kallar, Kulla, kráka í kjörbúðinni. Já, og þá komið það þér, Katrín, að stafa. Köngulóa. Þeir sé K-U-N-G-O-L-I-N-U. Ok. K-U-N-G-A-R-M. Já, tíminn er búinn að fyrir að fara yfir hitlið. Þið eigin sem sagt að beygja lampi. Lampi. Og við verðum sjá þetta í eignarfalli, sénífalli, lóufalli og lóufalli. Og svo viljum við taka dýrahóla á þetta vendan. Já, fyrir alltaf Ari, ég held að það sé góð hugmynd að þú beygir. Nei, ég skal beygja. Ok, hei Ari, þú stafar, ég held að það er að beygja. Já, þú ert að beygja. Já, lampi. Nei, þú heyrður ekki. Jú, ég heyrði þetta alveg. Lampinn. Já, lampinn. Og getur núna stafað þetta, Ari. Já, ég get alveg stafað þetta Já, sko. það er Ég get alveg dæja. Þú ert að stafa lampinn. Kúkalampinn. Þú ert að stafa lampinn. Fyrirgefðu það, hjálp mér. Þú átt að stafa lampinn. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, L-A-P-A-K. Það er nokkuð ljóst hver vann. Liðið sem vann eru Ari og Njáll. Eða kaffibunirnar. Og í verðlaun fáið þið kaffi. Og delu. Það var alveg hræðilega þáttur. Ég veit. Viltu tyggja? Já, þú ert þessi aftur hérna. Þessu vel. Já, bara. Það er bara fínt að mömmu og Lummi mæti ekki vinnunum við. Hei. Já, við erum með vinnu. Takk fyrir í dag. Er þetta búið strax? Já. Hvað gerir þess með þig? Ég sá, var ekki eitthvað, var hann eitthvað tónlistaratriði? Ég... En við byrjum á fréttunum. Þriðja veira Afsakið. Ég ætla að taka komið sæl og velkomin í með okkar. Þurfum að taka þetta upp á nýtt. Þetta var alveg fín. Já, stafur dagsins er K. Byrjum að þér, Katrín. Katrín. Kaffi. Þið héldu að við munum ekki byrta þessu skjánum. Ég skal segja ykkur það að við munum aldrei hætta. Veitu hverju hljómar það? Mér sést fyndist. Heill.